Góðan daginn hér og velkomin í þáttinn okkar sem heitir Biblíuþátturinn. Hér er allt til alls, kertin. Við kveikjum þeim á fyrst þessu og síðan þessu hér. Við getum. Við ætlum að lofa Drottinn smá. Ekki? Smá. Kannski aðeins meiri smá. En þetta er allavega hafið, byrjað. Og þessi er alltaf tekið fram á hans hlægið. Ef maður gleymir að hlaða eina þá hefur maður eina varaklukku og það er nauðsynlegt. Það verður maður alltaf að vera með eitthvað til vara. Og ef maður er með eitthvað til vara, þá þarf aldrei að fresta henni. Tökum maður bara það sem er til vara og svo veður maður áfram í verkið. Og það er einmitt það sem við erum kölluð til að gera, það er að halda áfram. Þannig að við erum í góðum málum. Og Drottinn gefur okkur allt sem við þurfum, já, og þess vegna vara klukku. Þegar ljóst er að hinn er að verða batteríslaus og líklega að verða batteríslaus á meðan við erum að vinna. Og það líkar okkur verfið. Því að ef við missum tíman, því að við erum með tíma á þessu öllu saman þá heldur þetta bara áfram að þetta morgun. Hver nennir því? Ekki þú. Ætla var þetta að horfa. Já, krakkar mínir, það er gaman að vera guðsmaður og það er gaman að þjóna Guði og hann gefur okkur ferskleikann og fegurðina sem við helst. Við vitið það að geðið okkar, það getur alveg gert okkur falleg. Bara geðið okkar, góða geðið okkar getur alveg gert okkur alveg svakalega falleg. Þess vegna að halda í þetta góða geð og vera svolítið mikið þar. Erum við það alla jafna? Ég veit ekkert hvað við erum alla jafna. En ég veit að stundum mættu við alveg svona hugsa aðeins meira það mál. Því að ekki viljum við breytast í hurðaskellir og orðljótan kall, það held ég ekki. Sumir eru hurðaskellar og láta ljótorð falla leið og skellurinn kveður við. Við erum ekki þar. Við læknuðumst með öllu svona þegar Drottinn frelsaði okkur og gaf okkur nýja sýn á lífið. Og hér erum við eiginlega að horfa á nýju sýnina. Það eru kertaljós og klæðin hrein. Og meira, Biblían til hægri og vinstri handar. Þannig að við erum varin og bak og brjóst. En Biblían til hægri og vinstri handar og kertaljósin 2 er ekki nóg. Því orð Guðs, þegar við lesum það, sjáum að inniheldur gríðarlega þekkingu sem að gagnast okkur best í lífinu af öllu öðru gagnlegu, að margt gagnlegt í lífinu, við erum að athuga það. En til þess að þú njótir þessa gagnlega í lífinu, það er ekki verra að vera svona vel að sér í orði Guðs og það bendir til þess auðvitað sannleika að þú ert í tengslu við hann og það er ekki sjálfgefið að þú sért það. Þetta er gjöf sem að þér var gefin sem þú blessunarlega hefur rækt og ræktað með sjálfur þér sjálfri af því að þú hefur viljað sjálfur og sjálf. Þetta er alltaf vilja ákvörðun einstaklings að heldur verkinu áfram, já, út í hið óendanlega, ef svo má segja. En hann hefur gert það sem þarf og lesið og stundað sína trú, rækt sitt safnaða samfélag eins og hann ber að gera, vegna þess að Drottinn, hann kallar okkur til þess að gegn okkar skyldum og eiginlega segja að þessi skylduverkið okkar þarf að rækja sínar samkomur. Því að samkoman er af Guði gefin, hún er ekki nauð eða pína, hún er
að Guði gefin til að ég og þú, þetta trúaða fólk, eigum okkar sama stað til að vera á. Heimurinn er ekki sama staður en okkar. Honum er alveg sama hvort þú komir eða komir ekki. En þú ert einstaklingur og þú ert félagsvera, þú elskar að vera innan annað fólk og Drottinn gaf þér samfélagi. Þar er þetta fólk sem hann er búinn að taka frá fyrir sig, sem er leið takt eftir því þitt fólk. Í dag, þín fjölskylda í dag, sem sagt, hann gaf okkur nýja fjölskyldu og skildi okkur ekki eftir munaðarlaus eins og væri ef við værum eyðiskir út í ballarhafi. Hann hlaut að loka alveg hringnum og hringurinn lokaðist með þessu nýja samfélagi sem þú eignast eftir að trúin er komin. Ekki svo að skilja að þú vanrækir þína fyrir félaga, það þarf ekki að vera þó, það geti alveg gerst, en það þarf ekki að vera, það svona fer bara eftir því hvernig við erum að upplagi. En breytir ekki því að núna er þetta nýja komið inn og þetta nýja heitir Jesús. Og Jesús er með orðið og þú vilt fræða þig í orðinu af því að þú finnur og jafnvel skilur að það er beinlínis að þér. Þetta er leiðsögubók fyrir prívat þig. Og ef þú tekur þeirri leiðsögn sem þar er, þá ertu í góðum málum og bestu málum og ertu ekki við neinni hrausunhætt. Þess vegna þarf að vera lofandi Guð allan daginn, alltaf, því að þú gætir alveg gleymtir. Og það er fallbrautin. En að því þú vilt ekki gleyma þetta, þú ert búinn að læra það mikið af lífinu að þú veist að þetta getur gert, þá viltu vera vakandi á verðinum. Og þá ertu að gera til að mynda þetta sem við erum að gera hér. Þú ert að hvetja þig áfram til þess að gera þessi trúarlegu verk. Það er verk að trúa á Jesú, það er verk að ákalla nafnið Jesú. Þannig að verkin okkar eru bara í munni okkar. Svona fyrst og fremst eru þau þar og í hjarta okkar. Og það sem þú gerir svona með höndunum er afleiðing af því vali sem þú tókst sem er Jesús. Og núna vill hann fara að nota hendur þínar og munn annar stað og þá skaltu bara leyfa honum það. Hvert? Hann bara leyfa honum að sýna hvert. En það er eitthvað á bakvið þetta sem að núna þú sér núna var eitthvað á bakvið köllunina annað en að gera þeir bara trúa sem er náttúrulega númer 1. Nú vill hann fá að nota þeir til að sækja fleiri. Því að núna þú veist það núna að þú ert í raun og veru reisin upp frá dauðum og veist að núna að samkvæmt orðið Guðs þá muntu ekki deyja. Þú ert lifandi núna en við vitum öll að við förum úr þessu líkama en þá tekur þetta sem Drottinn er við. Já, það sem hann er, þú fer beint þangað. Og þú ætlar að halda í þetta og þú ætlar að eflast í þessu og þú ferð að fá hugsun það að taka einhverja með þér í þessa vegferð. Þú tekur reyndar engan með þér, en þú gerir verki sem Drottinn segir þér að gera, þú boðar, þú talar og svo lifirðu þessu trúarlegu lífi og ert opinber að því leyti til að þú ert þekktur kannski fyrir þetta. Og það er líka sinn vitnisburður og sennilega sterkasti vitnisburðurinn til annara. Það er einmitt að sjá þig lifa þínu trúarlega lífi og gera sem heilsteypt manneskja. Það er ekki tveik í gangi. Og þetta er eitthvað sem að Drottinn vill að við þetta trúaða fólk hans birtum öðru fólki. Því að trúin er ekki bara mín, hún er allra annara líka, en það er ekki allir að sjá þetta. Þess vegna er hann með fólk að vinna verkin sín og grunnurinn sem að þetta fólk hefur þá orðið Guðs. Þannig bara er það. Þú hefur engan annan grunn til að byggja á trúarvinnuna þína nema orð Guðs. Þess vegna sækir í að lesa orð Guðs. Eins og ég oft talaði hérna að eitt af því fyrsta sem kom upp í huga minn þegar ég endurfæddist og vissi að var til Guð var að já, ég þarf að fá mér Biblíu.
en hann hafði ég aldrei átt fram að þeim tíma í mínu veruleika. Aldrei. En ég eignaðist hana að gjöf til að byrja með, ég var svo lengi að koma mér í að kaupa hana, að ég eignaðist hana gjöf og hún hérna, ekki gjöf reyndar, en hún hérna, hún hefur gengið mér við hlið í alla mína trúargöngu sem að byrjaði 1979 eða ekki. Og á því árið þá eignaðist ég nú mína fyrstu biblíu, að gjöf. En síðan ég keypti eftir þörfu vegna þess að þetta náttúrulega bók sem notuð og hún náttúrulega slitnar svo allt annað. Þannig það þarf að endurnýja þetta svo allt annað. En það ekki vandamálið. Þetta ekki svo var hérna í Galata á Íslandi þegar prestarnir voru að messa í kirkjum og þá skiptust þeir á biblíum. Þegar þessi lauk máli sín í þessari kirkju þá kannski beið fyrir utan prestur, hann tók við biblíunu og gekk yfir til sinnar kirkju og messaði þar með biblíunni sem hinn hafði notað skömmu áður, að hún var volg þegar hann las upp úr henni. En þetta ekki svona í dag. Það ekki skortur eða hörgull á biblíum og þetta til í öllum bókabúðum og hvað sem og í kirkjum og hvað sem Þannig að þú getur að eignast þetta með léttum leik. Þetta kostar einhverju aura náttúrulega en ekki neitt svoleiðis að það setji þú á hausinn. En þú spyrði ekki það, þegar trúin komin, þá bara viltu eiga þetta. Og þú vilt lesa hana og þú vilt stúdera hana. Þetta breytingin sem verður á manneski sem stígur yfir frá vantrú yfir til trúar. Það þetta að hann og hún fer að stúdera orðið og gera eitthvað sem viðkomandi hafði aldrei gert áður og enginn í kring eða þú eða einstaklingur sjálfur renndi á neinum tíma grunni að þetta yrði hlutskiptið. Já, en það gerðist. Drottinn bara að leita að þeir sem hann getur tekið. Og hann sá mig og hann sá að Konni væri tilbúin til að koma núna og ég kom. Ég var ekkert að biðja neitt. En hér ég, já, bráðum 40 ára seinna að tala þetta sem gerðist þá fyrir, já, bráðum 40 árum. Og ferskt fyrir mér alveg svo hafði gerst í gær og trúargangan, já, hún kannski ekki alveg fersk frá degi til dags en mann hana svona í hnotskurnan allavega. En hér ég í dag að lofa Drottinn og segja þér frá Drottni og við þær aðstæður sem hann bauð mér að tala við og það þess sem þú sér. Þannig þetta allt uppstilling sem Drotti gaf mér sjálfur og hún enn í gildi vegna þess að hann hefur ekki sagt mér að breyta henni neitt. Og eins og varum við dúka undir, platta en þeir eru ekki núna, kannski hættu að nota þá, við sjá bara til. Ég gleymdi því síðast að setja það undir og ég gerði heldur ekki núna, kannski allt til að breyta þess, ég veit það ekki. Ef að Drottinn sammála þessum breytingum þá heldur þessu bara svona. Klukkan hvítafallega, hún eins og ég var að segja hún var eiginlega orðin batteríslaus þannig ég þorði ekki að nota hana. Við höfum ekki að tala í tímann. Annars bara heldur þetta áfram og randi morgun og það viljum við ekki. En við erum hérna með orðið fyrir framan okkur og eftir biblíuþátturinn okkar snýstum það að hvetja þig og mig og okkur til þess að lesa sjálf í orði Guðs og vera ekki bara þiggjendur orðsins, heldur líka gerendur orðsins og þegar þú ert að fræða þig upp úr orði Guðs og þá ertu gerandi orðsins þó ekki sérnum að fyrir sjálfa þig. Þú þarft að fræða sjálfa þig og ef þú fræðir ekki sjálfa þig upp á bókinni að þá getur ekki vænst þess að aðrir sjái alveg kennsluna fyrir þig og akkur ætti einhver annar að sjá kennsluna fyrir þig þegar þú ert maðurinn sem átt að gera verkið. Ég fyrir mig og þú fyrir þig. Þannig standa nú málin á þessum agri og mér finnst þetta bara góð býtti og góð kennsla. Við eigum ekki að vera bara þiggjendur, en sumir eru alltaf bara þiggjendur og af hverju vilja vera bara þiggjendur
Ég veit það ekki. Sumir eru þar. Þeir taka ekki á, þeir snert ekki á, þeir vilja vera með, en á þess að kannski vera beinir þáttakendur. Veldu bara þiggjendur og þegar þú ert orðinn beinn þáttakandi sem er alltaf miklu, miklu betra, að þá ertu líka á vissan hátt orðinn gerandi. Og það er svona áhugaverðari staða að vera í heldur en að bara teygja sig eftir og eitthvað sem aðrir hafa lagt fyrir okkur á borð. Til að þykja ráð frá öðrum allt sem að það er. En að maður ætla bara að vera þar og þá hefur eitthvað misskilist í okkar veruleika. Og við hefum ekki að þykja það fyrir okkur sjálf og svo síðan. En ef menn vilja hafa þetta svona þá er vist ekki þetta að banna það. En ég segi þetta er ekki leiðin sem er góð leið að fara því að þú þarf líka að læra því sem þú reynir. Og gera alls konar verk, byrjar á fyrsta skrifinu og svo lærur af því sem þú ert að gera. Og það getur gagnast þér vel og lengi og þess vegna út alla ævina. Þá er það gott verk sem þú ert að vinna og sinna. Ég tala nú ekki þegar að verkið er Guðs verka þá getur það aldrei verið neitt nema gott. Það er bara gott að þjóna Guði. Og þetta tekur undir sem þekkir til málsins. En þú veist líka að þetta er eins og allt annað vinna sem að ég get alveg sleppt að sinna, en fyrir hvern væri það? Maður er að þessu fyrst og fremst fyrir sjálfa sig til þess að trúin sínu eflist og vaxi og verði eitthvað aðeins meira en hún kannski var í gær. Já, með hverju verki sem að þú gerir í Jesú nafni þá vextu. Og það hefur aðeins aukist í þekkinguna sem er orðin allokkur fyrir. En það má alltaf bæta sig þarna. Og það er bara með því að gera, halda áfram að vinna verkin sín frá degi til dags. Þá bætist við þetta. Og það verður aldrei nokkuð tjón fyrir nokkuð mann að vita meira en minna þarna. Rétt kennsla, röng kennsla, rétt kennsla. Hvað er rétt kennsla? Hvað er réttari kennsla en þessi kennsla sem þú færið upp beint upp á bókinu? Ég held að þú fáir ekkert réttari kennsla en hana. Þannig við sjáum að við berum heilmikla ábyrgð sjálf á því hvað við erum að nema. Við megum ekki vera svo lítil í okkur að við séum bara fyrirfram búin að dæma okkur úr leik sem einhverja manneskjur sem getum lært nema aðrir kenna okkur það. Manni finnst nú stundum að málin séu nú þannig vaxin. Það er ekki rétt. Drottinn dó fyrir þig, þú voru að muna þetta, þú voru að muna hvernig þetta er. Drottinn dó fyrir einstakling og þú ert einstaklingur sem að dó prívat fyrir. Það er gott að svona árétta ýmislegt fyrir okkur, bæði er að trúa styrkjandi og vöxturum við að eykst og við höfum að vera það sem að gerir vöxtun okkar meiri en ella væri. Þannig við höfum ekkert að venja okkur á það að hanga á einhverju horrimi því við þurfum ekkert að hanga þar. Við getum verið í allsnægtum og orð Guðs eru eiginlega allsnægtir. Ég held ekki sem alveg sammála um það. Það hefur allt sem þú þarft að hafa til þess að lifa þessu lífi í upprétt manneskja og vegna þess að Drottinn staðfestir sitt orð sjálfur og þú gerir orðið hans og veistu alveg upp á punkt og prik hvernig þú átt að hegða þér. Hvort þú gerir það eða ekki er þitt val og mál. Mig varðar ekkert það og ég get hvort þið er ekkert gert neitt í því. En ég get fyrir mína parta valið að gera Guðs vilja og það er eitt Guðs viljinn í mínu lífi, það er að vinna þetta verkefni sem við erum hér í og þú ert að blessast af. Og ég leiði líka því að Drottinn gefur í báðar áttir, hann gefur þeim, honum og henni sem að sinni verkinu og einnig þér sem heyrir, þú færð þína blessun út úr, af því að verkið er unnið. Ef enginn gerir þetta verk, þá kemur þú að tómum skjám aftur og svo endar með því að þú hættir að pæla í þessu. Á þess að Drottinn hafi neitt boðið að þessu líki.
hann stjórnar þessum, hann setti þetta á laggirnar og hann mun því stoppa þetta sjálfur þegar að því kemur. En það verður ekki ennþá gerst og við fáum enn eitt þáttinn í þessu flokki, já, hvað heitir hann aftur? Ég man það ekki, en það skiptir ekki máli. En hann allavega eitthvað Biblíuna, svo mikið vitum við. Já, hann heitir Biblíuþátturinn okkar. Já, við erum í orði Guðs, við erum í Gamla testamentinu, við tökum bæði svona, vegna þess að við erum að hvetja þig til þess að lesa orði Guðs. Ég eins og oft sagt að þá ég nú miklu meiri Nýja testamentismaður en ég að sjálfsögðu hafna ekki orði Guðs í Gamla testamentinu, þetta sama orð, en samt það þannig að Nýja testamentið samastendur af því sem Jesú var að gera. Og ég því svona Nýja testamentismaður, kristinn maður sem elskar það sem Jesú var að gera og að þekkja það mjög vel. Þess vegna ég svona þeim megin línunar svona alla jafna. En getur þetta brugðið fyrir mig í hinu fætinum og hvatt menn til þess að, já, lesa bæði. Þetta styður auðvitað hvort annað. Orðið það segir frá Jesú að hann komi, að frelsa hann komi og styður það mörgum svona spádómum. Nýja testamentið sem sagt eftir að Kristur kemur og þá bara verið að lýsa þessu manni og verkum hans bara með beinum hætti og það verður aldrei neitt áhrifaríkara því. Og þetta erum við að lesa og getum sett okkur vel inn í og í raun og veru komið okkur á staðinn þar sem hann svona í huganum okkar. Ef út í það farið. Við erum hérna í 3. kafla Amos og við lesum 9. versið og kannski eitthvað aðeins meira. Kallið út yfir hallirnar í Astót og hallirnar í Egyptalandi og segið, safnið saman á fjöllunum í Samaríu og sjáu sundrungina í borginni og ofbeldið sem þar framið. Íbúarnir kunna ekki að gera það sem réttir, hefur drottinn sagt, þeir safna auði í hallir sínar með ofbeldi og yfirgangi, þess vegna segir drottinn Guð, fjandmenn munu umkringja landið, þeir munu brjóta niður varnir þínar og hallir þínar verða rændar. Svona fer þegar við gleymum Guði og leifum eigin hyggjuviti að ráða, að þá alltaf hættan á því að gleipugangurinn gleip okkur og við náttúrulega erum konur með sjálf og okkur þar með út í móa og svo dynur ógæfan yfir skyndilega og við vitum ekki hvers vegna. Við sjáum ekki verkin okkar. Þess vegna við drottinn að við séum vakandi á öllum tímum einmitt og horfandi á hann því hann sér okkur fyrir þeim verkum sem eru góð og enginn þarf að bera kynróða fyrir seinna. Ég held að þeir sem að uppgötva það að vegna þess sem að þeir voru að gera, að ræna úr uppláf og stela frá nágrannanum og vera leiðilegi við hann, þá fengu þeir þetta yfir sig. Það kemur alltaf að skulda skilum. En þú með þitt allt á hreinu og lofandi Guð með upplýttum öndum, tala nú ekki það, þarft ekki að óttast neitt svona. Þess vegna erum við að hvetja menn áfram til þess að vera Guðsmenn og Guðskonur og Guðsfólk einkum til þess að þetta gerist ekki. Því að þessi orð sem vorum að lesa þarna, þetta í raun og veru aðvörunarorð orð, þetta skeiði fyrir árþúsundum, en þetta alltaf að gerast. Þannig að þú les Biblíuna og þú færir þetta bara yfir í daginn í dag, þetta að gerast þarna og þetta að gerast þarna og þetta að gerast þarna. Af sömu ástæðu að menn unnu ykkur spellvirki og gerðu þetta og gerðu hitt og svo kom bara afleiðingin af því yfir. Þeir hugsuðu ekki afleiðingarnar, þeir hugsuðu bara gleipuganginn og græðgina í sér, ná bara sem mestu til sín. Og hvað skeiðið, þetta stóðu bara slippur og snauðir eftir eins og alltaf Þetta ekkert breyst. Þannig við erum að læra á Guðs orði
og setja okkur ekki á þessa staði að því við vitum afleiðingarnar því að hafi þetta komið fyrir þetta fólk, þá kemur það líka fyrir mig. Og ég vil það ekki. Þess vegna maður fer ekkert með sjálfan sig neitt þangað. Það er ekki allir á þessari línu og þess vegna er ástandið eins og það er. Ég segi nú frekar slæmt og ég held að þú takir alveg undir það með mér. En við erum ennþá með ljósið yfir þessu öllu saman og hann heitir Jesús og við erum að tala Jesús, að við viljum að þú heyrir Jesú. Hann er það besta sem þú getur fengið. Það er þetta orð Jesú. Þú átt það í hjartanu þínu og það hefur náð að skjóta rótum þar og þess vegna ertu alveg sammála þessi einstaklingur er að segja. Og þú ert aldeilis ekkert andaugur því að grípa sjálfur og sjálf til bókarinnar til að lesa, vegna þess að þetta er hluti af þínu trúarlífi, alveg svo mínu. Og það er ekkert heldur neitt svakalega erfitt verk fyrir þig að sækja þínar safnaðar samkomu því að þær eru orðnar partur af þínu lífi, alveg svo mínu. Vegna þess að þetta er bara eitthvað sem Drottinn, ef hann fær að vinna sínu verki í friði fyrir okkur, þá verður þetta svona. Þetta er bara staðan. Og við erum ekkert að fara neitt. Og það er gott hlutskipti, hvort sem það er fyrir mig að þig. En við getum alveg verið með okkur og allt öðru stöðu með þessum. Við getum verið afundin og húl og leiðinlega, við viljum það og nennum því, en við getum líka farið með okkur í hinn áttina og við erum bara kátar manneskjur, hressar manneskjur og góðlindar manneskjur. Þá er ekkert sem á að ángra okkur neitt. Og jafnir þó að menn séu með eitthvað hressing við okkur og það er ekkert að eyðileggja fyrir okkur daginn. Við getum líka bara snúið þessu upp í bæn til manneskjuna. Þetta eru vopnin sem við eigum. Og hvað gerist? Jú, allt fellur aftur í ljúfa löð. Og hvað gerðið þú? Ekki neitt, nema að biðja. Og nú sér það er mikill máttur í bæninni. Og við eflustum í öllu þessu vegna þess að við erum með bókina fyrir framan okkur og við leyfum okkur að lesa í henni og fræðast þennan Drottinn sem við elskum og fylgjum og viljum vera undir. Það er bara ekki spurning það. En erum stundum að ströggla við þetta. Akkur að ströggla. Þegar við erum og verðum bara áfram manneskjur. Og manneskjur eru briskar og vilja eitt og gera annað og svo framvegis og framvegis. Þetta er svona togstreitan í okkur. En hérna við erum í Nýja testamentinu núna og þessi biblíuþátturinn okkar, hann er svona gerður til þess að hvetja þig til þess að lesa sjálf og stóla svolítið á kennsluna beint úr orðinu fyrir þig. Það er besta kennslan. Og ef þú ert vel að þér í orðinu þá líka skilurðu hvers vegna þú ferð á samkomu. Þetta er staðurinn þinn til þess að hitta aðra kristna menn og konur á. En tekur ekki af þér heimalærdóminn og heimalesturinn í orði Guðs. Hann fer ekkert frá þér. Og þú, ef þú ert öfugmanneskja, þá temstu við þennan lestur. Alveg svo ég hef gert alla mína trúagöngu, þá hef ég lesið á hverjum degi. Þetta er auðvitað engin skipun, þetta er bara það sem ég vill gera, því ég vill vera vel að mér í fræðunum. Og þú átt líka, eða mátt alveg vera með mig þarna því að það gerir þér gott alveg svo það hefur gert mér gott. Og þetta er vinna sem þarf að sinna og stunda. Vinna sem þú þarft að rækja á hverjum degi og gera á hverjum degi og þú munt ekki sjá eftir því að hafa lagt á þig þessa vinnu. Við erum ekki að tala 3 tíma á dag, við erum að tala kannski 10 mínútur á dag, eitthvað svoleiðis. Eins og hjá mér að lesa einn kafla, alltaf sé 10 mínútur, kannski það. En þetta gerir mikið gagn og þetta er það sem maður heldur í manni í lífinu og ef að Drottinn vill þá opinberar hann alltaf eitthvað fyrir manni þegar maður les. Já, gerir það oft, kannski ekki alltaf, en oft gerir það og getur gert vegna þess að maður er að stunda þetta verk.
megum ekki gleyma hvernig þetta virkar. Það virkar svona. Að ég og orðið vinnum saman og má segja að við horfumst í augu, hvort við annað. Þá virkar þetta mjög vel. Já, ég hérna í Lúkasarguðspjalli, 10. kafla og við skulum lesa frá og með 38. Á ferð þeirra kom Jesú í þorp nokkurt og kona að nafni Marta bauð honum heim. Hún átti systir María hét og settist hún við fætur drottins og hlýddi orð hans. En Marta lagði allan hug á að veita sem mesta þjónustu og hún gekk til hans og mælti drottinn: Heyrðir þú eigi að systir mín lætur mig eina að þjóna gestum? Segð þú henni að hjálpa mér. Svo hann að sjá pirring og leið afskiptasemi. María blessunin, hún var dugnaða kona, greinilega, það báða kannski. En hinn Marta, María, skiptir ekki máli, ég snýri þessu við. En hún sem að verða óskaplega byrjuð út í systur sína að láta hann allt böði og sitja bara eins og klessa þarna við fætur drottins. María, sú sem settist við fætur drottins, skildi komast. Að henni bara að læra á honum. Og hún bara leta eftir sér. Auðvitað vissi hún það að það er verk að þjóna. En hún vildi taka þetta, ekki vera í því verkefni núna og settist við fætur drottins og hvað meira, hún fór að hlusta á hann. Þetta svarar drottin henni alveg skýrsvari sem við getum alveg tekið til okkar. Og skulum núna hlusta á svarið sem hann gaf henni. Marta, Marta, þú ert áhyggjufull og mæðist í mörgu, en eitt er nauðsynlegt. María valdi góða hlutskiptið og það verður ekki frá henni tekið. Skýrt. Þú sem sækir í Guðsorðið, að drottin segir við þig, það verður ekki tekið frá þér. Það merkir þetta. Þú getur farið í það hvenær sem þú vilt. En við sjáum þetta ekki alltaf svona, við erum stundum hinn konan, María, Marta. Og við erum upptekið, við erum samviskusamt fólk og viljum sinna gestunum vel og allt í lagi með það. En það er líka til annað í því máli. Marta sýnir hvað þetta hitt er. Það sitja við fætur drottins, veistu akkur að því hann var á staðnum. Hann var ekki daglegur gestur þarna, en núna var hann þarna. Hún vildi nýta þessa stundu sem hún gat. Hún settist við fætur hans. Að þjóna, gat svo sem alveg komið inn í, hún hefði getað þjóna og sjálfsagt hefur hún farið að þjóna þegar hann var búinn að tala. Þá var tími fyrir hana kannski að standa upp og þjóna. Þannig að þetta er tími fyrir allt. En systir hennar sér þetta ekki svona. Hún sé sjálfan sem bara í aksjóninni og systir hennar bara að gera ekki neitt. En auðvitað er það verk að hlýða og læra. Það veit nú námsmaðurinn, betur öllum öðrum og einu sinni voru öllum námsmenn. Þannig að við getum alveg skilið þetta. En stundu sjáum við þetta ekki svona. Stundu sjáum við þetta allt öðru. Að sjá kringumstæði sína réttar er svona við skjöfa eiga. Og drottin er alveg til í að gefa þér þess að gjöf ef þú vilt þiggja hana. Og ég er nokkuð viss að þú vilt þiggja hana. Þannig að við erum með, svo sem getum alveg fengið svörin í allar okkar kringumstæður en við verðum þá að leita eftir þeim og ef við leitum þá erum við að leita á réttum stöðum og þú leitar náttúrulega ekki til betra réttari staða heldur bara til drottins sjálfs. Og hvernig er það nú hér? Hann lifir. Hann er hérna. Hann er hér og nú hér. Segðu þetta með mér. Hann er hér og nú hér og við getum alveg sest við fætur hans. Þegar að röddin hans heyrist í gegnum þennan munn eða einhvern annan munn. En þetta er samt rödd drottins sem er að kenna fræðin
og hvetja þig í átt að því sem að Marta gerði, settist við fætur Drottins. En hún er þar ekkert ennþá. 10 mínútur seinna, klukkutíma seinna, þá stóð hún upp frá þessum fótum og fór að gera eitthvað allt annað, þess vegna. Þannig það er tími fyrir allt. Líka að nema orð Guðs er tími fyrir, ef þú vilt það. María vildi það ekki þá, en Marta vildi það. Og María gaf henni orð í eyra og svo klagaði hún í Krist, skammaði hann svolítið verið að hún væri þarna. En hann tekur bara málstað hennar, alveg hygglöst. Og hann gerir það líka við þig þegar þú velur fyrir þína part að hlusta á orð Guðs. Láttu engan taka þetta frá þig. Hugsanlega og mögulega vill að einhver, en ég er ekki að segja það að einhver vilji það. Það gæti alveg komið upp svo stað og hjálpaði mér þarna maður, verði að hanga þarna eins og klæta maður. Eitthvað svona. Við erum bara eins og við erum og við erum að gera okkar verk og okkur leiðist að fá hjálp við það. Gleymum okkur svolítið við verkið. Við sjáum að Marta blessunin, hún gleymdi sér svolítið við verkið. Og rönt ekki þetta. Gera þetta svolítið vel, almennilega. Auðvitað eigum við að gera verkið okkar almennilega. En við getum alveg unnt fólki að gera eitthvað annað. Og svo bara gerum við verkið okkar almennilega fyrir það. Við þurfum ekki að láta það neitt hafa áhrif á hvað við erum að gera. En að því við erum bara manneskjur og kannski lindi þeim ekkert rosalega vel saman þessu systurum, eins og við veitum hvernig systkini eru stundum, þeir lindi nú ekki alltaf vel saman. Kannski var það svona í og með ástæðan fyrir því að hinn var svolítið pirruð. Svona erum við fólk. Men Drottinn stendur með sínum mönnum og ef ykkur hefur áhuga fyrir því að hlusta á það sem hann er að segja, þá verður hann mjög glaður í hjarta sínu. Og veitu til með það, hann samþykkir ekki það að þú bara farið. Þú getur náttúrulega farið þegar þú vilt og Kristus stoppar þig ekki. En þriðji annar aðili getur ekki haft áhrif á það að þú farið. Ekki þegar Drottinn er annars vegar. En hvað þú velur sjálfur og sjálf er þitt val. Og það verður vist alltaf þannig. Og að lesa orð Guðs er ekkert annað en af þínu vali og eitthvað sem þú ákveður. Og þarna kemur Aginn svolítið sterkur inn í. Því hann setur okkur á vissan stað og segir þetta er tími Konráð minn sem þú ert vanur að lesa, bara farðu að lestu. Og ég kannski tek mig til hliðar og fer í þetta verk og lesa. Reyndar er ég nú með þetta kerfi á að ég byrja á því ég gerir neitt annað á að lesa. Þannig að það er frátekinn tími bara þá. Og það er fínt, þá getur líka farið bara á eitt deginum í ykkur öðru í villan. Á þess að skilja neitt út undan. Þetta er svona hluti af því að hafa agað sig. Og ef ég get agað mig, þá getur þú það líka. En alveg svo ég þá þarfst þú að gera það. Þú þarft að leyfa aganum að stjórna þér. Og Agi segir, jæja, nú er komið að þessu og þú gerir það. Og Marta, hún svona aðeins braut út á vann og þarna því að Kristur var kominn. Það segir, hún hugsaði mér að ég ætla að hlusta á hann. Og Marta var ekki alveg sammála því. Og það var smá klögumál úr því sem að Kristur tekur á, en stendur með sinni manneskju. Og þú ert hennar manneskja, hans manneskja, þegar þú ert að gera verkin sem Drottinn er að bjóða þér. Og það að hlusta er eitt af því sem Drottinn er að bjóða þér að gera. Þú lærir, þú hlustar. Og það er fullgilt verk í augum Drottins og Marta, hún sýnir það með því að setjast við fætur hans. Nei, það var Marta sem kortaði. En það komið að lokum hjá okkur, þetta líður allt svo rætt maður, og ég segi þetta nú held ég í lok þessa þáttar. Og Konráð kveður, heldur þessu góða verki Drottins áfram, já, verið sæl.